Við finnum þennan skringilega samsetta hóp af undarlegum hetjum sitjandi í hring í kringum lítinn varðeld í litlu rjóðri umluktu hrjóstrugri auðn. Bjarminn frá eldinum lýsir upp þreytuleg og vonsveikin andlit. Því eftir langa og stranga fjársjósleit hafði illkvittin risavaxinn hrægamur hrifsað burt frá þeim langþráð góssið, sjálft dularfulla gulleggið. Það er því kannski ekki að undra að þau séu ekki dansandi að kæti. Lengi vel heyrist ekkert nema snarkið í eldinum. Þangað til Freyja grúfir andlitið í höndum sér og segir: Langar heim. Með tölverðum votta af ekka í röddinni. Mía refastelpa leit snöggt upp og sagði hvasst: Ævintýri er ekki alltaf dans á rósum. Ég held nú að flest okkur væri til í að vera einhver staðar annar staðar en nákvæmlega hér. Skotti hafði starað inn í logana fram að þessu, eins og fullkomlega ómeðvitaður það sem var að gerast í kringum hann. En nú greip hann rólega fram í: Ég held hún meini heim í heiminn sinn. Hún er nefnilega ekki úr þessum heimi, sjá til. Ég aldrei pælt í því af hverju hún lítur svona ofboðslega kjánaleg út. Svona eins og hárlaus api. Ég hef alveg velt því fyrir mér, sko. Ég bara aldrei kunna við að segja neitt. Freyja reisti sig við, þurrkaði táravanga, stolt á svip og sagði: Sko, þetta byrjaði allt þegar ég var að elda köttin minn, hana Gullveigu. Á einu augabragði breytti stemmingin við varðeldin. Setan við heita logana var það sögustund og Freyja sagði þeim frá því að hún væri úr mannheimum, þar sem dýrin töluðu ekki og gengu á 4 fótum, og hvernig hún og kötturinn hennar duttu í gegnum dularfullt vítarhlið sem færði hana yfir í Freyjuheim. Og fyrir duttlunga örlagana hvernig hún hrapaði í gegnum vítarhliðið og lenti beint við fæturnar eða loppurnar á Skotta. Já, þegar ég bjargaði Huppu. Til að heyra þetta minningarleiftur hina æsispennandi björgun Huppu þurfum við að bakka örlítið. Færa okkur svolítið aftar í tíma.